Lárus Jónsson, þjálfari Þórs á Akureyri, velkomin í Sippaspjall og þetta er það fyrsta í sögunni sem verður tekið svona. Hvernig finnst þér að vera, frumkvöðl? Já, erum við ekki bara að brjóta blaðið sögunni? Það er bara þannig. Þetta er lítið skref fyrir okkur en stórt skref fyrir mannkynið. Nákvæmlega. Og ef einhver sem er að horfa á þetta er ekki búinn að átta sig á, þá er sem sagt, Lárus er á mínum tölvuskjá og ég tek viðtalið upp á símann eins og venjulega. Ég er tæknilega mjög bara advanced sko, eins og þið sjáið, en allavega nóg á því. Herðu, til hamingju með að vera komin upp í Dominos með þetta Þórslið. Hvenær tókstu við? Tókstu ekki við í fyrra? Já, í fyrra. Síðasta haust. En byrju, þar áður varstu með Blikana, fórst með Blikan upp, að ég má spyrja, okkur ég helst ekki áfram? Nei, ég var rekinn rétt áður en við fórum upp. Já, ok. Og svo tók Pétur við. Varstu rekinn rétt áður en fóruð upp, ok, þið voru nýbúin að fara í undanúrslit, veittu káringum hörkuleik og svo varstu að leiðin við liðið upp og þá varstu rekinn. Ef að fara eitthvað nánar út í þetta eða? Nei, skulum ekki að reynda okkur því. Við skulum einbæta okkur bara að Þór Akureyri. Hvernig líst þér, hvernig leggst tímabilið í þig? Bara ágætlega. Við erum bara svona tína saman. Svona erlendi leikmenn svona voru að koma. Koma allir fyrir 20 síðan. Já, og mér líst ágætlega á þá og svo erum við bara með svona unga og efnilega stráka með þeim. Hvernig var þetta í fyrra? Hvað varstu með marga útlendinga í fyrra? Við vorum með Króata og Kana. Króata og Kana? Ok. Og halda þeir áfram eða ertu með ný andlit? Nei, ég er með nýja leikmenn. Ég er með kólumbískan leikstjórnanda sem er með spænskt ríkisfang. Ok. Svo erum við með bandaríkjamann sem er svona vængspilari. Litáði sem er power forward og svo Spánveri sem er svona stretch fjarki, fjarki. Ok. Og já, það var kannski engan spekulant til þess að átta sig á því. Ef þú hittir á góða menn þarna, þá ertu þú ekki bara með samkeppnishæft lið. Já, það er svona markmið að vera með lið sem að getur unnið alla á góðan degi. En eru semst Íslendingarnir í liðinu, það allt bara semst uppaldið Þórsar eða hvernig er? Já, við erum í rauninni bara með unga stráka hérna. Já. Og við vorum með Ingva og Pálma og Bjarnar Lár í fyrra, svona reynslu hunda. Já. En þeir eru farnir annað og þannig að við erum eiginlega bara með uppalda Þórsara. Og hvað er elsti Þórsarinn gamall þá? Elsti Þórsarinn? Hvað er það gamall, þú fættur 2001? Þetta ekki 18 ára? 18 ára, það er það elsta. Þannig að þetta verður rúmt. Nei, það er einn aðeins eldri. Ok. Siggi aðeins eldri. Já. En eins og útlendingar, þeir eru nú kannski með einhverja reynslu, eitthvað eldri en 2 vetur. Já, Mantas, hann er 32 og svo eru 2 sem eru bara klára skóla og svo einn sem er 2 ár síðan að klára skóla. Ok. Og þessir útlendingar eru svona að tínast á skerið? Já, Mantas kom 27. og hinn kom bara í fyrradag. Já, byrju Mantas, hérna ekki Mantas líka sem var hjá Keflavík í fyrra? Þetta er ekki sami? Ja, hann er Litáði líka, þannig að þetta er algengt nafn. Algengt nafn, þetta er ekki sami gaurinn, það eru nokkrir sem heita Mantas þar. Nei, þetta er power forward, ég veit ekki alveg hvernig maður skilgreinir Mantas sem var í Keflavík. Það var í Keflavík í fyrra. Allt mjög líkt með það bara. Já, nákvæmlega. Og hvenær hóst undirbúningurinn hjá okkur? Svona bara fyrir alveg bara reynir þegar þeir komu sko. Já. Við vorum búin að vera að hlaupa eitthvað aðeins í ágúst. Þannig til þess að halda kvötunum með þessu efni. Já, en kannski ekkert með það stóran æfingar hóp og gæti verið með einhverjar alvöru æfingar þannig séð. Já, í rauninni samt, það er alveg hellingur af strákum að æfa þetta sko. Já. Þannig að það voru alveg 12-15 strákar á æfingum sko. Það eru 2001 og 2002 strákar, ekki meira 2003. En veitu, hvað með þér sjálf? Þú náttúrulega spilaðir á sínum tíma, eða ekki? Jú, ég spilaði með Hamri svona megnið af mínu ferli. Já. Og hvað erum við að sjá bara jafnvel comeback? Nei, það er bara þannig. Já, það er bara svoleiðis. Leikferlinum er lokið og þjálfarinn tekinn við? Já, það er, ég held að það sé betra að hafa bara svoleiðis. Hafa bara svoleiðis? Já. Ég meina, þú ert nú alveg á besta aldri en það ekki?
Ég er fertur, ég meina, það ekki alltaf Ertu fertur? Hvað ruglar þetta? Ég held að þú væri 30 eða eitthvað. Þetta er unglegur. En ok, þú bara þjálfar, látum það bara, látum það svo sem duga, en hver eru markmiðin? Er ekki markmið nýlega kannski bara eðlilega að reyna að halda sér í deildinni, eða hvað? Jú, og rauninni bara erfitt að setja ykkur markmið akkurat núna, sko. Við hefum eftir að spila ykkur 5 undirbúningsleiki. Já. Og kannski bara setjum okkur markmið þegar við erum búnir að spila þá. Já. Þú veist, markmiðið núna er bara, þú veist, þessari viku er bara koma inn nokkrum kerfum fyrir fyrsta leik. Já. Og svo bara markmiðið fyrir fyrsta leik er að hafa alla heila, þú veist, áður að spila fyrsta leik á móti Haugum. Já. Þú veist, maður er ekkert að hugsa eitthvað lengra en það. Nei, það er bara að nýta þennan mánuð núna, bara nýta hann auðvitað vel. Já, ég meina, já, kannski bara aðalmarkmið að sé allir klára fyrir fyrsta leik. Já. Ég ætla ekki að segja hvað sæti þau getur lent af, svona þú getur alveg skirskað eins og ég, þú veist, bara meiðist einn hjá mér eða þú veist, þetta er ykkur öðru leik, það er bara þetta er fljótt að breytast. Mjög ódregnilegt. Já. Og það er dálítið gaman, ég er búinn að spjalla við á nokkra þjálfara, þú ert 4. held ég. Já. Þeir bara nánast allir telja bara upp nánast öll liðin. Með við það, þá stefnir þetta bara í verulega jaft mót. Já, deildin verður náttúrulega, ég held að verði frekar jöfn yfir. Já. Sko, málið er að, náttúrulega sömu liðs, bara svona Grindavík sem tefla bara fram eiginlega svona, bara eiginlega alíslensku liði. Svo er önnur lið sem geta kannski veitt upp keppni þó sé ekki mjög sterka Íslendinga, bara út af því þeir eru með ágætis erlenda leikmenn. Já. Þannig að þetta verður svona, ég held að verði ekkert lið sem að tapa til leikjunum eða, þú veist, þetta er svona, ég held að verði bara mjög skemmtileg deild. Já. Og kannski fyrir lið eins og ykkur, þar er kannski þessi útlendingaregla dálítið að sanna sig, þessi regla gefur þannig séð öllum kost á að vera með, en það er erfitt fyrir sum lið út á landi að fá til sín Íslendinga. Já, ég meina, fyrir lið svona sem eru lið svo okkur, þá er bara ekkert möguleiki fyrir okkur að bjóða Íslendinga. Þeir eru bara það dýrir, þannig að færðu bara gæða leikmenn miklu ódýrari og já. Já, ég meina, þú veist, liðið okkar kostar bara eins og einn ágætis Íslendingur hjá öðru liðið. Það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Já. Þannig að þú mætir svo sem bara brattur inn í þetta tímabil. Já, algjörlega, sko. Ég meina, við teljum okkur geta barist við öll lið og við ræðumst ekki neitt. En svona, við vitum ekkert alveg hvað stöndum og þú veist, maður sér svona kannski svona fyrstu leikina á undirbúningstímabilinu svona og sé líka aðeins betur svona hverjir aðeins 2001 strákum eru virkilega tilbúnir í að fara að berjast. Já. Þú veist, ég veit alveg sjálfur að það er alveg smá stökk úr fyrstdeildinni upp í úrvalsdeildina. Þannig að það verður smá höggur fyrir það á fyrstu leikina. Já. Svo bara spurning hvað eru snöggir að átta sig og hvað eru snöggir að venjast aðeins meira hraða, aðeins meira hæð og aðeins meira styrk. Já. Hvernig er framtíðin á Akureyri í þessum körfubolta? Er framtíðin björt? Er efni á leiðinni? Já, ég meina eins og segja, við erum Íslandsmeistarar í 2001 í drengjaflokki. Já. Og það er náttúrulega nokkuð breiður hópur að koma upp. Og svo er bara búin að mynda svona ágætis samfella í þessu. Já. Þú veist, það hafa aldrei verið jafn margir að æfa körfu á Akureyri. Og þú veist, ég held að það sé bara góðs viti. Og væntanlega komið tími á að festa svona stórt bæjarfélag í sessi í körfunni á Íslandi, er það ekki? Jú, það er það. Ég meina, en samt Akureyri, það er náttúrulega, þetta er stórt bæjarfélag en það er náttúrulega alveg, þú veist, að glása á íþróttagreinum. Já, það er barist hvern bita þykist ég vita. Já, þó að sé bara eitt körfuboltalið. Já, nákvæmlega. Hvaða lið sérðu fyrir þér svona í fljótu bragði að sé að fara? Ertu með eitthvað svona favorite? Sem er að fara að vinna þetta? Já. Já, ég myndi segja að Tindastóll væri með mjög gott lið og já, ég með Tindastóll KR og ég veit það ekki, það var örugglega að vera svolítið gott fyrir Grindvíkinga að vera með svona stráka sem að þekkja hvern annan mjög vel þannig að Grindavík getur byrjað mjög sterkt í deildinni. Já. Ég veit ekki hvort ég gleymi einhverjum, en
Jó, Stjarnan var sterk í fyrra og... Stjarnan, þú veist, já, Stjarnan, Njarðvík, ég meina, já, maður getur eiginlega bara talið upp öll liðin. Þú, þið eru eiginlega allir eins þjálfarinn bara, þið endaðu að telja nánast upp bara alla. Já, sko, svo er bara sumir liðir sem eru meira spurningamerki, sko. Já. Eins og IR, þeir eru örugglega þurfa að styrkja sig meira. Já. Valur, þeir eru örugglega þurfa að styrkja sig meira. Ég held sko að Þór Þórðarson verður sterkari heldur en menn haldi. Já. Þú veist, þeir eru með svona mjög góðan kjarna af íslenskum strákum sem búin að spila lengi saman. Þannig að það er bara einfaldlega von á bara væntanlega frábæru tímabili. Ég held það nefnilega. Ég tímabili sem að, þú veist, ef öll liðin ná að halda sínu leikmönnum út allt tímabilið, sko, að það verði ekki mikla breytingar, Já. þá held ég að getur verið jakt og svona fyrir vikið þá held ég svona hver ein eftir leikur eftir að skipta alveg svakalega mjög máli. Herri, já, segir þetta ekki bara orðið, þetta eru góðnar 11 mínútur í þessu sipaspjalli og þetta ekki bara orðið nokkuð gott bara, einhver skilabóti þinn að stuðningsmanni eða eitthvað? Bara mæta á völlum. Mæta á völlum. Bara hressir. Bara hressir. Já, það er fyrir klúbbinn. Nákvæmlega. Herðu, flott og bara takk fyrir spjallið. Sömuleiðis, við